Þá erum við komin í seinustu vikuna í Vegforritun 1 2025 og í dag bara eitt á dagskrá og það að fara í lokaprófið og byrjum á því að fara bara aðeins yfir formið á því í svona fyrirlestri og skoðum síðan lokaprófið frá í fyrra og svo spurningar það. En lokaprófið föstudaginn 5. desember frá 13:30 til 16:30, þannig að bara á fínum tíma held ég til þess að halda lokapróf. Og breytingin frá því síðustu ári að það staðpróf þegar þið mætið, en við erum nú svo sem búin að fara yfir það og fer fram í Inspira. Þannig að þið eru búin að hafa aðgang að pröfuprófi og þá sjáum við bara eiginlega þetta bara nákvæmlega formið á prófinu, en nánar þá eftir. Þannig að ef þið þurfið að fá lánaða tölvu þá held ég að þið séu ennþá tíma með það, en það linkur á það hérna á forsíðunni á námskeiðslýsingunni og svo inn í Uglu. En annars bara mæti með vél og taki prófið og já. Og the final exam will be both in Icelandic and English, en ég efa að einhver sem ekki að skilja íslensku sé búin að komast það langt að vera að hlusta á þennan fyrirlestur. En það verður svo bæði á ensku og íslensku og alveg eins og við sjáum það bara eftir á forminu að þið sjáu þá í raun ensku orðin og íslensku orðin á sama tíma. Þannig að það hjálpa líka við það bara tengingum við svona einhver sértæk orð í vegforritun. Það verða 40% krossar. Ég hef þetta svona alltaf sem einhvern ef ég fer að gera einhverjar breytingar, en það bara, ég með þetta lockdown, hvað þetta og það bara fínt. Og það aðeins eitt rétt svar við hverju spurningu og það svarið sem réttast miðað við yfirferð og umfjöllun þetta haustið, og þá í raun ekkert að koma upp neitt svona vera eitthvað óskýrt hvert svarið en það getur alltaf komið fyrir að ég óvart setja inn einhverja tvíræðinni eða margræðinni í svörin og þá það bara þetta hvað réttast. Og ef það kemur í ljós að ég ger einhverju mistök sem gerir það verkum að það óljóst hvað og eitthvað svona, þá bara yfirleitt felli ég út þá spurningu í krossunum sérstaklega, og það alltaf verið svona kannski hálf spurning sem hefur verið felld út svona seinustu ár að meðaltali. Það var engin í fyrra, það var engin í hitt í fyrra. Og ég maður ekki nákvæmlega. En það bara, ég frekar halla á það að þið njótið vafans. Og ekkert reyniði fyrir röngsugur og aðeins eitt rétt svar. Síðan eru forritunar og ritgerðarspurningar, eða svona tekla séð svona samtengingarspurningin, hún líka þarna inni, en þannig að þetta aðeins lægra. Þannig að þið fáið 5 spurningar og veljið 4. Ég með kjánalega svona yfirlit skjal yfir það hvað skiptingin á námsögnum þannig að ég reyna að halda í þetta alveg niður á spurningu. Þannig að ég tel hverja spurningu gefinni stig með við þetta og reyna að halda þessu, þannig að þetta ég reyna að fylgja þessari skiptingu. En þannig að þetta bara mjög, þannig að ef þið viljið fókusera þá JavaScript og CSS stærstu partarnir og svo HTML, en hérna já, þetta bara fínt. Þið getur komist í gömul lokapróf og þau sem sagt annarkvort afrit af prentuðu prófum síðan fyrir COVID, fyrir 2019 og eldri eða 2020 og eldri, en síðan hérna afrit af PDF prófunum, eða sagt PDF-un á Inspira prófunum síðan 2021. Og ég samt ekki 2019 prófið, en það samt svipað því sem ég hef gert, og prófin frá 2016 og eldri þessi áfangi 2016 og nýrra, en eldra það úr eldri formi áfangast það sem var í raun líka það sem efnið í Vegforritun 2 einhverju leyti. En ég með séð svona atriði til lokaprófs
lista sem þið getur farið yfir. Hann í raun bara svona þessi lykilhugtök plus önnur svona lykilorð úr námsefninu sett í bucket sem bara eitthvað mjög líklegt, ólíklegt og kemur ekki. Þannig að þá getið þið bara séð hérna, ég þarf ekki að læra þetta af því að það kemur ekki á prófinu og ég setja það ekki. Þannig að ef þið eru með allt það sem svona mjög líklegt þá eru þið bara mjög góð. Eða eru þið góð, þið eru mjög góð, þið ná hérna næstu 2 og svo ef þið ná öllum 3 eða 4 bucketunum þá eru þið bara afskaplega vel undirbúin og svo getið þið alltaf nota bara allt það sem við farið yfir í sömu spurningum. Þannig að í ritgerðarspurningum sérstaklega þá megi alveg slá með einhverjari þekkingu sem er ekkert sérstaklega á þessum listum. Bara go nuts. Prófið án hjálpartaka, já, þetta nú eitthvað próf, ég afritaði þetta frá því fyrra, en þú veist, núna náttúrulega bara eru þið í stofu, þannig að það prófvörður yfir ykkur, þannig að þið það gerist eitthvað eða það er eitthvað annað opið meðan prófstendur. Pröfið prófið, förum við það á eftir og svo einhverjinn verkefnahlutin sem þeir eru núna búin að vera að vinna í haust, gildi 60% og lokaprófið gildi 40% og þau verða að ná bæði með lágmarksengur 5. Ég ránda upp úr 4,5 og þú veist, ef þið eru þarna alveg á brúninni þá ýti ég ykkur í rétta átt. Það er að segja í átt að því að ná, ekki að falla. Og nú svona eiginlega, þú veist, í dag og morgun eru svona seinustu tækifæri til þess að eiga eitthvað við, þú veist, hei, það er eitthvað búið að vera eitthvað við sem með að skila það og eitthvað svona. Þá er eitthvað svona hægt að gera, en eftir þessa viku þá er þetta eiginlega bara, þá er bara búið að skila öllu og allt svona svolítið læst að því, sem kemur að því. Og ef þið hefðu ekki talað við mig áður, þú veist, þá er þið bara svona, þú veist, það sem þið eru búin að skila, það sem þið eru búin að skila. En heyri allavega í mér ef það er eitthvað sem er að trufla ykkur eða þegar áhyggjur af einhverju. Já, þannig að þetta er prófið. Hverju spurningar? Alright. Þá ætla ég að bara til að rifja upp. Þetta er svona hérna. Ef ég fer hér undir verkfæri og fer inn í prófasafn þá sé ég gömlu prófin, sóttu öll og skoða þau. En við höfum svo hérna prófið, það er ekki nákvæmlega svo þið sjáu það en það er svona eins og ég sé það þegar ég fer í preview á því. Það verður svo eitthvað svona forsíða sem er bara þetta próf og ég er að passa núna, það er einhver partur af þessu sem er ekki alveg allt þýtt en ég er að þýða allt núna og prófa að þetta sé allt í góðu og þetta er bara alveg eins og bara er svolítið að fara yfir þetta sem ég var að fara yfir og er nákvæmlega, þetta verður nákvæmlega svona 40% krossar, 12% hugtakatenging, 48% að velja 4 spurningar þar sem þessar 4 spurningar gilda 12% hver og þetta dettur út af því að þetta er ekki lengur heimapróf og svo förum við bara yfir í krossa. Þannig að krossarnir eru þannig að þeir eru í raun 16 og þeir eru bara birtast ykkur á handahófi, þannig að fyrsti krossin hér, hann er öðruvísi hjá einhverjum öðrum og svörin eru líka í handahófskendri röð. Þannig að það er ekki hérna neitt númerun á þeim þannig séð. Þannig að það er bara alltaf heitið á þeim og þið getur vísað í það ef eitthvað kemur upp. Viljið þið svara? Áður en ég vel og athugum hvort við höfum rétt fyrir okkur. Nægan tíma hérna. Já. Eitthvað betra boð? Þetta er rétt. Við getum skilgreint þetta í rút þó við höfum séð það þannig, en við getum alveg líka skilgreint þetta á öðrum stöðum. Leyfa okkur að skilgreina breytur.
þau munu erfast frá foreldri til barns og eru háðar flæðinu, eða hérna til dæmis dæmi þetta, ég nota íslenska orðið og þá getur ég séð, já, hvað hann að meina hana, já, the cascade, einmitt. Þannig við segjum hérna, býtum við, þetta kannski ekki alveg frábært hérna sko, sjá. Ef við fer hér, þá sjáum við hérna kemur önnur spurning, maður sjá. Af hverju get ég ekki séð hvort það sé rétt eða ekki. Þá þarf ég örugglega að fara í spurningasettið. Sjá, opnum við hérna. Þá getum við farið hérna í svona, nei, hérna, svona, nema þá get ég ekki sýnt, farið í spurningu, maður sjá, þannig að, hvað segjum við þetta? Efsta? Næst efsta. Þarna smá sko, hérna, þú veist, ef við hérna, game theory aðeins prófið, þá svona kannski ef að koma fleiri svör sem eru lík, þá eru þau svona líklegri og við getum, ok, þetta er ekki samskiptareglur, en við getum svona auðveldlega eiginlega útiloka þessi hérna 2. Þá fáum við þessi hérna 2 og þá er eitthvað trikk og trikkið er hvað? Já, að það var pólitík sem var valdur af því að hérna, JavaScript fór ekki undir W3C, heldur fór undir ECMA og er þess að við höfum oft talað um svona ECMA-skrift, eða kannski ekki oft en ég nefndi það alveg oftar en einu sinni 2003 að ECMA-skrift er í raun þessi staðlaða útgáfa og þau kallaði ekki JavaScript og þau var hræðsla við Java-trademarkið sem að Sun á og þá líka JavaScript-trademarkið, þannig að það er þetta hérna sem er rétt svar. Já, og nú fæ ég bara alltaf sömu spurninguna, þannig að þetta er nú frekar, vá, nú er bara komið með enn annað, hvað, nei, þetta fyrir bara hérna, ég get svarið það, að ég gat lesið allar spurningarnar og séð hvort það væri réttar í einhverju viewi hérna. Já, svona, ok. Þriðja fyrsta spurningin. Hvað er CSS Selector? Strengur sem lýsir því hvaða element við viljum að taki við yfirlýsingum. Já, hérna sé ég líka, kannski hérna vantar, yfirlýsingar er ekki í þessu hérna, want to style, kannski alveg er þetta, want to apply rules, a rule set to, kannski væri betra. En ef við förum yfir, heiti þess sem við viljum breyta að hafa áhrif á í CSS. Þetta er heiti hvers, CSS-selektorinn heiti þess. Þannig að, ok, það er kannski útilokað myndi ekki strax. Nafngildispar sem skilgreinir útlit. Nafngildispar getur eiginlega ekki skilgreint útlit, þannig að þetta er svona bara einhver orðasúpa þarna. En við höfum vissilega svona name value pairs, nafngildispör sem eru í raun attributin og gildin. Þannig að við getum strokað þetta út. Þetta er svona að reyna að afvegaleiða okkur. Strengur sem lýsir því hvaða element við viljum að taki við yfirlýsingum. Já, þetta er líklegt. Og gildi sem á að eiga við eigindi í CSS. Þetta er aftur líka eitthvað svona orð sem tengjast þessu en er svolítið bara eitthvað út í hött. Þannig að það er þetta. Node.js og NPM. Hvaða fullyrðing lýsir best sambandi Node.js og NPM?
Og þarna kemur svona spurning sem allt voðalega svipu svör nema það búið að rotera þessu á milli. Þannig að það maður að lesa svolítið vel. Þá getur maður jafnvel sagt bara NPM JavaScript verkvangur eða JavaScript plattform eða Node.js JavaScript plattform. Það lítur að vera verkvangur eða sem að með JavaScript eftirskotinu. Já, þannig að þá, þú veist, er það þessar hérna tvær sem eru mögulegar eða er þessar hérna tvær? 1 og 3 eða 2 og 4? 2 og 4. Ok, og þá kemur NPM sjálfgefinn pakkastjóri sem fylgir Node.js. NPM sjálfgefinn pakkastjóri sem fylgir Node.js. Ok, það er eins. Það passar við það sem er. Þannig að þá er hérna munurinn fyrir utan vafra í vafra. Það lítur náttúrulega vera fyrir utan vafra það sem að náttúrulega upp á vafran komið hvað gerist í honum. Já, akkurat. Þannig að það er þetta hérna og Node.js notar WAF8 sem er svona detail sem við, þú veist, ég nefnt held ég einu sinni, sem er JavaScript runtimeið sem er notað í Chromium. Þannig að þetta tengist allt, en þetta er samt ólíkt og óháð vafranum. Í JavaScript, hver er tilgangur promises í ósamstilltri forritun? Asynchronous programming. Nú getum við byrjað að kannski útiloka eitthvað sem er augljóslega vitlaust, eins og þetta hérna. Hvað er notað til þess að skipta JavaScript forritum upp í einingar? Modules, ECMAScript modules, það sem er aftur ECMA kemur þar inn. Þannig þetta er ekki seinka keislu. Eru þau notað til þess að seinka keislu? Nei. Ekki alltaf. Nei, þau eru aldrei notað til þess að seinka keislu. Þau eru notað til þess að þau díla við tíman í keislunni. En þau eru ekki í sjálfu sér að seinka keislu. Ok, eru þau notað til þess að stjórna flæði samstilltra aðgerða í ósamstilltri forritun? Akkur er þetta með að stjórna flæði samstilltra aðgerða. Er það ekki bara eitthvað bullshit? Það ætti að vera sjálfgefið. Já, það er synchronous operations in asynchronous programming. Þetta er aftur bara svona samansafn á orðum sem að kannski líti út fyrir að gera eitthvað en er í raun og veru bara, meikir ekkert sense. Af því að við stjórnum ekki flæði samstilltra aðgerða í ósamstilltri forritun. Við látum þetta bara allt keyra saman en það sem við getum gert er að nota async og await til þess að láta ósamstillta forritun líka eftir flæði samstilltra aðgerða. Þannig að þá endum við þessu hér og er þetta álitlegt svar? Þannig að það er þetta loforð að eitthvað muni vera í þessu gildi í framtíðinni sem að promise hjúpar. Þannig að hjúpar framtíðagildi. Þú getur búið til útfærslu sem notar promises til þess að seinka keislu. Já, en þú veist hérna já, en þetta er réttast, já. Þú veist, við getum fært rök fyrir því, við getum farið eitthvað debat hérna það að þetta að þau séu til þess að seinka keislu, en þau eru ekki til þess, þau eru til þess að hjúpa. Já, en þú veist, þetta er náttúrulega bara eðli krossa að þú veist, þetta er svona á einhverju spektrum í stundum svörin, en hérna þau ættu að vera, það ætti að vera eitthvað sem að stendur út úr sem réttasta svarið. Hvað eftirfarandi á við breytur í JavaScript? Ok. Á þetta við breytur?
JavaScript hafa breytur ekki típu, heldur hefur gildi breytunar típu. Já. Við getum breytt gildum breyta nema const sem bannar endurskilgreiningu á grunngildi. Default value hérna kannski ekki alveg. Þetta default value er svona ruglingslegt með við önnur. Ég sé allar bólurnar sko þegar ég fer yfir þetta árið setna. Af því að maður er alltaf vitrari ár fyrir ár, eða ekki? Þannig að hvað er rétt svar? Já, samanlega. Við vorum með þetta, lendu við ekki að þessu. Allt á við. Hver er rétt röð að gera git þegar við erum að færa breytingar frá okkar repo inn í remote repo? Ok, byrjum ekki á að pússa, það er seinasta skrefið. Þetta, og þá ef það er seinasta skrefið þá er bara eitt sem er eftir. En stage, commit, push. Þannig að við stageum breytingarnar okkar, við committum þeim í repoið okkar og við pushum síðan breytingunum ásamt öðrum breytingum. Það er svo sem ekkert verið að taka tillit til þess að ef það eru fleiri en ein breyting. En ef við erum með eitthvað sem við viljum koma inn, þá þurfum við að stagea því, committa því og pusha því. Fyrir eftirfarandi CSS, hvaða selektor hefur hæsta sértækni eða specificity? Þetta er svona svolítið kannski myndi verið að reikna sérstaklega út úr þessu, en það þarf að reyna að muna hvort er hærra element eða klass. Af því að ef við horfum á þetta, hver hefur lægsta þessi hefur lægsta specificityð og svo hvað er með ID-selektorna? Þeir hafa næst hæsta specificity eftir þeir hafa hæsta specificity þegar síðan ef við notum hérna important þá bara færum við út úr útreikningunum á specificity og setjum upp yfir í annað lag í kasketinu hvernig við erum að reikna þetta. Þannig að valið stendur á milli þessara hérna tveggja og þá er hérna hvort er hærra class selektor eða element selektor. Þannig að hærra specificity er þetta hérna 1, 1, 1 eða er þetta hérna 1, 2, 0 eða 1, 0, 2? Viljum skjóta annað hvort? Hver er team H2? Hver er team 2 class selektorar? Enga skoðun. 50-50. Class selektorinn er með hærra specificity en type selektorinn. Ég ekki alveg að skilja container og svo H2. Þetta þýðir div element sem er með class selektorinn container. Jú, en þá það er, já, við kannski maður skrifar yfirleitt ekki svona og ég skrifa eiginlega aldrei svona, þannig að sko, þetta kemur fram í námsefninu þannig að veist, það verður að vera svona ein og ein spurning, veist, það er ekki marga, veist, þetta var vissulega veist, kannski svona 1 af 2 eða 3 sem að voru svona 50-50 spurningar ef maður veit ekki og maður getur giskað. En ég skal reyna að vera halla í hinátt, eða þú veist,
Ég reyni ekki að gera próf sem fólk fellir á. Það er yfirleitt mjög lágt fall á prófunu sjálfu. En hérna, ég skal passa mig. Já, ef við værum með allt þetta hérna, skilgreint, það fer náttúrulega eftir HTML-inu. Þannig að það væri hægt að vera með spurningu sem væri í raun gefið eftirfarandi HTML, hvernig litur yrði á textanum með við gefið CSS. Og þá værum við með kannski div með klassan container, h2 með klassan highlighted. Og svo inn í, það virkar ekki með þessu hérna, því að, þú getur verið með utanum, hvað er main, þá er div id main, eða main id main, div class container, h2 class highlighted. Og þá getur það verið, hvert er liturinn. Því að þetta hérna myndi selecta highlighted, af því að highlighted er alltaf í raun á endanum. Þannig að ef við lesum þetta frá hægri til vinstri, þá væri h2 með highlighted klassan, og þá erum við hérna, hvað af þessu, þetta á við það, þetta á við það, og þetta á við það, og þetta á við það, að allt er highlighted. Síðan er út af því að container, og þá er það það er líka container. Hvað ræðir þá? Þá er container og container hérna. Og svo er div og þetta er div container, þannig að þá kemur það inn í þetta. Þannig að þetta er á endanum er það hvernig myndi vera litin. Og það er það sem specificity snýst er að búa til tölulegt gildi sem er síðan hægt að reikna í kasketinu. Þannig að það er alveg svona, þið þurfa að vita hvað sértækni er, þið þurfa þannig sé ekki að vita í þessu hvað kasketi er, en það myndið þið þurfa að vita ef ég væri með hérna, HTML part með þessu. Ef við keyrum eftirfarandi JavaScript kóða, hvað verður skrifað út í console? Þannig að hérna bara til þess að geta sett þetta þannig að þetta sé allt í línu, þá þýðir þetta að þetta er done og svo kemur ný lína fetching data og svo kemur ný lína data received. Þannig að við hugsum þetta, við erum að keyra þetta, það er skilgreining á falli, kallaði fall og svo kallaði console log, done. Þannig að ef það kallaði falli hérna, það fer inn í eitthvað fetch data og hvort kemur undan, kannski fyrsta spurningi, fetch data, fetching data eða done? Fetching data. Út af því að þetta kemur á undan af veitinu, þá mun þetta alltaf bara keyra í synchronous flæði, ég kalli fall og falli console loggar. Síðan kemur data, await get data og svo kemur console log data. Þannig að hvað kemur þá næst? Og það er svara spurningunni. Og það er það sem spurningin er að prófa. Þegar við gerum þetta hérna, þá klárum við að kalla fallið og erum búin að búa til promise og við býðum eftir að promise er resolve. Sem þýðir þá, við förum út úr þessu hérna, við köllum í console log done og svo býðum við eftir því að þetta hérna klárist. Og svo loggum við út data received hérna. Já, þetta er hérna út af því að þetta hérna mun gerast í timeouti eftir 1 sekundu og þá mun þetta hérna resolva og þá keyrir þetta hérna. Sjá.
fetching data done og svo kom þetta hérna svolítið á eftir og þú veist það er ef við íkjum það bara meira þetta er í raun þetta leyfir okkur ekki að blokka allt flæðið þannig að þetta hérna við köllum í þetta fall og út af því að það er ekkert að veit hér þá býðum við ekki eftir þessu þegar þetta keyrir en ef ég væri með þetta svona hvað gerist þá? Nei, þá yrði þetta hérna svar rétt og þegar þá segir býttu eftir því að þetta hérna í synchronous fall sé búið að keyra og þá kemur þetta í þessari röð þannig að þetta er kannski önnur það eru tvær röð, ég ætla að segja það eru tvær svona sem eru svolítið en þú veist, þetta er bara skiljiði hvernig async og await og hvernig promises virka HTML attribute nota til að breyta texta yfir í HTML það er eitthvað kjaftaði þau eru alltaf sett á lokatög það er líka kjaftaði þau eru sett í sérstaka skrá sem HTML sækir svo kemur eitthvað hérna þess að ljá element frekari merkingu getum við bætt við nafngildispari með því að nota attribute sem eru sett á byrjunartægið og þetta er bara copy-paste úr skilgreiningunni úr námsefninu eða hvað en já, í þessu tilfelli hvert er hlutverk URL og hérna eru aftur svona Unified RESTful Language eða Unambiguous Redesign Language þannig að veist, þetta er svona ætti ef þið eru aðeins búin að fylgjast með þá ætti þetta að vera augljóslega eitthvað kjaftaði en nota samt orð úr námsefninu þannig að ef þið eru að koma ískvöld í prófið þá gætu þið haldið að þetta sé eitthvað en það er Uniform Resource Locator nota til að staðsetja og skilgreina hvernig við sækjum vefsíður yfir HTTP skilgreina hvernig við sækjum vefsíður með HTML sækjum við eitthvað með HTML nei já, en það er ekki það sem stendur þú sækir ekkert með HTML þannig að þetta er orðanótkun skiptir máli þannig og alltaf words matter ég myndir við höfum ekki orð og við getum ekki talað saman þá var enginn háskóli þú ert að rýna HTML fyrir form fyrir fólk til að skrá sig á póstlista hvað verður að laga þarna er svona smá hvað verður að laga af því að þið hafið ekkert meira samhengi þannig að þá þurfum við svolítið að hugsa ok, hvað verður að laga ég hef ekki meira samhengi þannig að það er líklegast fyrir að leita ykkur sem er svona alvarlegt hvað er alvarlegt í já en default já hvað það fer eftir útfærslunni hvað er í raun þegar við erum að gera skrifa HTML hvað er sem við verðum að hugsa en er mjög auðvelt að gleyma byrjar á ensku á A og svo koma 11 stafir og svo kemur Y accessibility nei, það kemur ekkert error en ef einhver er að hlusta á þetta þá kemur í raun bara input type text og svo kemur hugsanlega placeholder eitthvað
Þessi spurning hefði verið betri ef að það hefði ekki verið í raun það sem er labelið hérna, eða hefði verið actual placeholder sem hefði verið bara eitthvað email@example.org. Það hefði gert spurninguna betri, en hún hefur samt sem áður, hún stóð svona, að þá er þetta hérna að það verður ekki að bæta type submit við takkan. Takkinn virkar án þess, það er skýrara, en það verður ekki að gera það. Nota get í stað post fer allt eftir því hvernig útfærslan er í bakendanum. Og tæknilega séð er post rétt hérna, þegar post, þó sem við höfum ekki farið yfir það, býr til nýtt entity í bakendanum. Það er post býr eitthvað til, að menna get sækir eitthvað og er idempotent aðgerð. Það er að segja, ef við framkvæmi einu sinni þá aðgerð, þá er það sambærilegt við að gera hana enn sinnum. Ef ég er ekki með idempotent aðgerð og ég myndi gera enn aðgerðir sem eru hérna, þá myndi ég búið til enn færslur. Nei, get er eitthvað sem ég get alltaf búið, þú getur hugsað, ef ég gerir eitt get, þá er það sambærilegt við að gera 2 get og gera n get. Ef ég gerir eitt post hérna og ég gerir svo annað post, þá er ég búin að gera 2 skráningar. Þannig að ég er alltaf að gera nýtt og nýtt og nýtt. Nei, þetta eru 2 algjörlega ólíkar aðgerðir. Þetta eru þessar HTTP verbs. Þannig að get er til þess að sækja idempotent aðgerð. Post býr til nýja einingu, býr til nýtt resource og er ekki idempotent. Put yfirskrifar einingu eða resource og er idempotent, út af því að ef ég uppfæri eitthvað einu sinni og ég uppfæri það síðan aftur með sama hatti eða ensinum, þá er alltaf bara alltaf með sama resourcein, bara uppfæra hann aftur og aftur. Og svo er delete, og delete er ekki idempotent, út af því að delete eyðir einhverju og svo þá er það farið, þannig að hún í raun sama aðgerðin gerir mismunandi hlut eftir fyrsta skiptið eða enda skiptið. En þetta var mjög langur detour yfir eitthvað sem skiptir engu máli fyrir ykkur í þessu prófi. En hérna er þetta bæta við label fyrir textareitin upp á aðgengi. Og þá er það bara í form og ef það er eitthvað svona HTML og eitthvað svona verður, þá er það yfirleitt eitthvað sem er tengt aðgengi. Hvað er merge í Git? Hvað er þetta? Branch. Það er þetta neðsta. Þetta er commit. Þetta er push. Og þetta er merge. Hvað eru nákvæmar slóðir eða absolute paths? Ok, staðsetja og skilgreina hvernig þú sækir vefsíður í HTTP. Nei, þetta er URL, við sáum það áðan. Staðsetja, skilgreina og vísa nákvæmlega í HTTP. Hvað þýðir að vísa í HTTP? Þetta er bara eitthvað bull. Nákvæmar slóðir eru slóðir sem líta út frá því skjali sem vísað er frá. Hérna er ég nefnilega að reyna að nota ekki relative orðið át af því að þú veist þetta er skilgreiningin á relative paths og nákvæmar slóðir vísa nákvæmlega það sem áttu við. Absolute paths, directly path, reference, absolutely what, ja. En þú veist, það er þetta er ekkert frábært orðanotkun í þessu svari. En vonandi, þú veist, hérna er samt augljóst út frá þessu hérna hvað er, þetta er ekki rétt. Og ef við vitum bara, þú veist, nákvæmar, absolutt og relativt, þú veist, þetta er relativt og þetta er absolutt, þannig að það er þetta. Hvað við box módelið í CSS?
Jú, það er það. að allt hitt hefur að gera með element sem ekki endilega í boxformi. Já, þau ekki, þetta meira það hvernig þau haga sig þegar þau eru teiknuð. Það að segja, þetta eðlilegt flæði líka, það það sem skilgreint í visual formatting módulinu. Og þá það position static sem sjálfgefið fyrir öll element. Og þarna verið að blanda saman position relative og position static. Hvaða starða elementum sem eru algjörlega staðsettir reiknuð, þetta bara position absolute. Boxmódul skilgreinir element hegða sér í eðlilegu flæði, nei, það gert í visual display formatinu. Þannig að það þetta sem skilgreinir hvernig við reiknum þessar stærðir á þessum réttundu boxum. Þetta voru með. Hérna sjáum við hvernig það raðast öðruvísi. Truthy og falsy. Hvað er það? Lengsta svarið reglan. Not a number er falsy, jú. En ef maður veit það, þá þetta svona neikvæða tölur, þú veist. Ef maður veit eitthvað það hvernig falsy virkar, þá það ekki að því að, þú veist, neikvæða tölur eru ekki falsy, það eru truthy. Þetta gæti verið kannski helst trippið, sko. Og eingöngu false er falsy. Akkur við þá komið með eitthvað sem heitir falsy. Þetta bara skilgreiningun á boolean, false og true, bara búið að rugla í henni. Eða búið að blanda þessu saman. Ok. Þannig að þá svona hugtaka samtenging. Branch á við Git. Process á við geymum það. HTTP á við URL. Hérna kemur áttur sko HTML, HTTP, hypertext, já, þetta ekki important. CSS, scope, já, query selector, aðgengi, HTML, npm, node, töflur, HTML, tré, git eða HTML. Nú veit ég ekki hvort að því að þetta ekki frábært. Já, ég held að það tré eins í document object model. Já, ég að segja, þú veist, það í raun, það sem ekki, þarna þetta ekki nógu augljóst, sko. Ég held ég hafi fellt þetta út af því að þetta bara alls ekki gott, sko. Query string. Það bara JavaScript. Hér á það við URL. Partur af URL-inu query string. Og grid. CSS, process. Sko, process og window, ef ég segi það, það augljósara? Það node. Og svo, þegar maður með JavaScript keyslinguri, þá þarf að hafa einhvern stað sem að geymir allt, sem svona grunnskópið. Nei, örugglega ekki, en kannski. Þú veist, það ekki viljandi, en kannski hefur það verið svona, já, nice, það eitthvað svona internal samræmi í þessu eða eitthvað. Þetta svona spurningi sem ég nota til þess að offsetta talninguna mína á því að allt sé að passa rétt við. Þannig að þetta svona,
Já, ég er búinn að vera með ómargar spurningar sem eru um þessu, þá getur ég notað þarna til þess að fylla upp í hina flokkana. Þannig að það sé algjör svona, að þegar ég er bara með, þú veist, ég tel niður á hvert prósent hvert að fer í spurningunum. Nú kemur, nei, hérna var það, hérna. Já, þannig að, léleg spurning. Bú. Sko, þá kemur inn í þessan hluta 3 þar sem að þið veljið spurningu og þá veljið þið hérna það sem þið ætlið að svara og hérna er bara gefið eftirfarandi CSS og þá er það bara hérna til þess að vera með á fleiri máta en það sem ég á eftir að skoða hérna sko show attachment. Nei, það gerist ekkert næst hérna. Sko, út af því að ég get gert svona en málið með þetta hérna var að þetta var alltaf fixed vinstra megin sem er ástæðan fyrir ég var með þetta þannig að maður getur skrollað þetta hérna independent af þessu hérna en nú skrollast þetta allt saman því einhverju uppfærði innspyrra og gera það verra. Þannig að það gæti verið þessu svona en ég mun í raun gera það er pælingin, að þetta sé til hægðarauka þannig að þið getið horft á þetta hérna þannig að þið farið í spurninguna og þið séu ekki að gera svona af því að það er mjög pirrandi í spurningum að vera alltaf að fara upp og niður til að sjá hvað er verið að spurjað svo þau eru spurning fyrir 2 blaðsíður og maður er alltaf að fletta fram og tilbaka til þess að muna hvað er ég vil helst að þið getið séð allt í einu til þess að geta svarað þannig ég ætla að reyna að taka til þess ef ég get ekki lagað þetta eða gert þetta þannig að þetta hægir sér rétt en allavega við erum með eitthvað CSS svo fáum við spurningu ef við viljum að card fari í nýja línu ef ekki nóg pláss hverju þurfum við að bæta við og hvar ok, card þannig við getum bara að byrja að skoða þetta áður en við skoðum möguleikana þeir sem eru búin að lesa þessu ekki ok, card það er ekkert HTML þannig við gefum ráð fyrir því að card sé undir cards þannig að hverju þurfum að bæta við hvar ef þetta hérna er innihaldið af þessu hér þá sjáum við hérna að þetta er flex þá myndum við kalla þetta hér flex container og þessi hérna er þið bæði flex item og flex container en í okkar tilfelli flex item er það sem á við og ef við viljum að þetta hérna fari í nýja línu ef það er ekki nóg pláss þá þurfum við að já, og hverju viljum við bæta við containerin að fara í nýja línu ég er ekki að nota orðið hérna viljandi sko í enska nei, við erum ekki með greitt, við erum með display flex já akkurat þannig að bæta við flex wrap þannig að þið sjáu það líka hérna að þú veist, möguleikarnir eru takmarkaðir þannig að það er ekki grid column þetta er bara takmarkað þannig að flex wrap við cards hvernig er auka lóðrétt pláss reiknað fyrir card til dæmis að það eru 2 card í röð og í röð verandi þá í hérna láréttri röð þar sem fyrra er með mikið af efni og seinna með lítið hvernig er farið með auka plássið í seinna ok, þá þurfum við að horfa á þetta hérna ok, sjáu það bara aðeins að skoða spurningun nei, svörin hvað er það sem að stýrir því hvert auka plássið fer þannig að við erum með 2 og við sjáum við erum með title, image og content title í einu kartinu er bara ógeðslega langt íslenskt orð og auka 3 orð þannig að það fyrir 3 línur næsta kart er bara með 1 orð sem helst í einni línu þannig að það er eitthvað auka pláss sem verður til út af því að það er mismunandi stærð
á körtunum. Fyrir það sem með minna efni, það að segja það sem með stutta titlinum, gefið að þau sem jafn mikið efni í þessu content og jafn stóra mynd, hvert myndi aukaplássi fara af þessum hérna 3 elementum? Ef við skoðum svörin. Skil ég núna með þetta, nú væri gott að vera með hérna megin CSS-i, af því að maður þarf að lesa þetta svolítið. Þú sendur í spurninguna eitt sem með mikið af content og hitt lítið, þannig er munurinn bara í content eða Sko, þú veist, það skiptir í rauninni ekki máli út af því að það sem ekki skilgreint hérna í rauninni að default hæðurinn að það stressað, þannig að þau eru jafn há og ef þau eru hlið við hlið. Þannig ef annað með rosalega löngum titli og svo kemur eitthvað efni og hitt með stuttum titli og svo kemur efni, að þá þetta, við höfum gert þetta nokkrum sinnum, þá fer efnið upp ef við gerum ekki neitt, nema við breytum því hvert efnið fer. Auka plássi fyrir ekki efnið. Og ef við horfum það hérna, er eitthvað hérna sem segir til hvert auka plássið þetta fara. Það er bara font size, þannig að nei, en hér. Nei, en hér. Já, og þá er einmitt, man ég, þegar ég segi þetta, man ég hvað flex gerir. Ok, flex er öðruvísi, ég man hvað board radius gerir, ég man hvað font size gerir, þannig að útilokunin þetta er mjög líklegt sem eitthvað sem hefur áhrif á flex og hvernig þetta raðast. En við getum allavega útilokað eitthvað svona tengt þessu. Ok, þannig að þá er þetta hérna alveg frekar líklegt. Allt aukapláss fer til card content. Ok, við skoðum hitt. Aukapláss fer helmingur til card title, helmingur til card image. Og ekkert til card content. Mega það sens? Aukapláss fer 1/4 til card title, 1/4 til card image og helmingur til card content. Svona, ég myndi skilja þetta eftir sem svona, já, ok, kannski, og svo ekkert af hinum möguleikunum eru réttir. Þannig að ekkert af þessu rétt. Og þá myndi ég segja, ok, hvernig var þetta reglan? Ef að það er skilgreint flex á einu flex itemi, þá fær það allt plássið. Ef það eru fleiri en eitt börn sem eru með flex, þá deila þau hlutfarslega því plássi sem að þau byggjum. Þannig að þetta hérna væri satt, þá því aðeins að öll þessi hérna myndi vera með flex og þetta hérna myndi vera með flex 2 og þetta verður með flex 1 og flex 1. Þá teljum við bara saman, 1 + 1 + 2 eru 4 og svo fær þetta hérna fær 1/4 að það byggjur 1 af heildinni, 1/4 og 2/4 eða hálfan. Já, FR grid í raun bara betrumbætur á þessu, þetta er fraction. Það er FR það sem stendur fyrir, en flex hérna þetta, hérna þetta flex. Og ef maður skoða staðleiðin, þá ætti maður alltaf að segja, nota shortandi flex, af því að flex er shortand fyrir flex grow, flex shrink og flex basis. En í raun og veru bara að segja, þetta hérna á að vaksa. Og þetta já. Þetta er ekki frábært og ég veit að það er Stalnum að kenna, ekki mér. En rétta svarið já. Hverju þarf að huga að ef kart á að geta birt myndir í mismunandi stærðum án þess að þær hafi áhrif á heildarstærð og útlit kart? Áður en við skoðum alternatífuna. Og hvað er þá, hver er meiningin? Bara áður en við skoðum svarið. Þetta er á aðalega, ef ég myndi setja inn mynd sem er í portrait eða landscape, myndi það hafa áhrif.
og við myndum fá þá einhvers konar skrítið svona letterboxing þar sem það eru annarkvort hvítir eða fyrir eftir hvernig bakgrunninn og síðan okkar við fáum svona pillarboxed eða svona letterbox það er að segja þú veist svo ef við horfið á gamla bíómynd í widescreen sjónvarpi þá fáið þið hérna svona línur sitt hvorum megin sem er letterboxing þannig hvað myndum við þurfa að gera? Við vorum með í background, við skoðum það svolítið mikið hérna í verkefni 3 Object Fit, yes sir þannig hérna er Object Fit með viðeigandi eigendum og þau voru í raun Object Position þar sem við getum ákveðið þetta er svona, þú veist, við erum með pláss og svo erum við með einhverja mynd og við látum myndina ekki stýra hvernig plássið er heldur látum við myndina passa inn í plássið þannig að þá getum við notað Object Fit Contain þannig að þá passar myndin inn í og svo getum við notað Object Position til þess að stilla á það að vera miðjan af myndinni, efsta hornið, miðjan, efst eða eitthvað þannig að við getum stýrt í hvernig hún haga sér. Flexbox Fit er ekki til. Picture elementið gerir ekkert fyrir okkur af því að það bara stýrið í hvernig HTML er og ekkert er ekki, þú veist, þá myndi þetta ekki vera rétt. Þannig að Object Fit. Hver er breidd kart samkvæmt boxmodel í pixlum ef það er eingöngu eitt skilgreint kart innan í karts og breidd vafra er 1000 pixlar. Ok, svo þetta núna kart, hver er breiddin á kart? Width á kart. Ok, width 100%. Þannig við ætlum að skilja þessu í pixlum. Þannig að 100% af hverju? Byrjum við. Hvað er hér? Max width 300. Ok. Skiptir einhverju máli þá hversu breiði vafrinn er? Já, það skiptir máli. Já, ef hann er minni en 300 pixla þá verður þetta minna. Já, en hann var 1000, þannig að 100% af 1000 er 1000, það er ekki neitt, þannig að það er ekkert gap. Þannig að þetta kikkar inn. Þannig að breiddin er 300 og svo boxmodelið, það er ekki búið að segja neitt að það eigi að vera border box. Þannig að boxmodelið er í raun bara width plus padding plus border plus margin. Og breiddin er þá hver? Á kart elementinu. 300 plus samkvæmt boxmodelinu. Boxmodelið er það er Já 342. Og hver er leturstærð card title í pixlum? Card title þá er það hérna font size 1,5 rem og þá þurfum við að fara og markvalda við 24 1,5 sinni 16. Það er rem fyrir efst í hérna tréð og finnum þar font sizeið HTML er efst og þetta er markvaldun, þetta er relatív stærð sem verður hérna, þannig að 24. Sjá hvort við höfum þetta rétt. Hjúkett. Það hefur verið vandræðilegt ef ég hafði haft eitthvað vitlaust. Fyrir eftirfarandi JavaScript kóða eru að minnsta kosti 4 atriði sem bæta ætti miðað við námsefni hausins. Fyrir 4 atriði, fyrir þessi 4 atriði bendið á hvað er að og hvernig ætti að bæta. 1 atriði per textabox. Ok, þannig hérna er bara box sem þið getur skrifað inn í og hérna er kannski best að horfa á þetta. Þetta var ekki. Ok. Hvað getum við bætt?
Hversu? Jú, 1. Og hérna hefði mátt líka taka fram sko fyrir kóða sem að er órætt hvort keyri eða ekki. Þannig að það er ekki þetta er svona einhver skrifaði þetta blindandi, prófaði þetta aldrei af því að þetta er einhver kúreka forritari og biður ykkur að túlka þetta. Þið að vera túlkurinn og allavega. Það vantar JSDoc, mikið rétt. 2 atriði. Þannig að vantar JSDoc, við ætlum að bæta við JSDoc sem skjala inntak og úttak falla og hvað þau gera. Ok? Hvað myndi gerast ef ég myndi bara keyra þetta nákvæmlega svona? Ekki neitt. En það er ekki kallað neitt fall. Það eru bara skilgreind 4 föll en það er ekki kallað neitt fall. Þannig að ekkert gerist. Og ekkert af föllunum býr til einhvern event listener, þannig að það gerist ekki neitt. Það vantar að kalla í main, sem er svona alveg svona stupid, en þú veist þess vegna var þetta mitt, þú veist, það prófaði þetta enginn. Þetta er bara eitthvað kóðið sem er fyrir ykkur til þess að lesa í prófi. Þess vegna þú veist, þetta er skárra en þið þurfið að skrifa kóða krakkar. Ekki að horfa svona á mig. En það vantar að kalla í main. Ekkert gerist nema við skilgreinum 4 föll. Það sem við þurfum að gera til að laga er að kalla í main fallið. Ok, 1 í viðbót. Það sem er kannski svona seinasta sem að er Þannig ef við horfum hérna, ok, data, await, fetch, data from API, ok, fínt, skilar. Það var ekki að tjekka hvort þú ert að finna div-elementum með container í query-selector. Jú, svo sannarlega, það vantar alla villumeðhöndlun og þannig getið þið sagt það, það getið sagt, hér vantar villumeðhöndlun, hvað ef container er null, þá myndum við segja container append child og við myndum fá villu. Það er 4. atriði sem við erum komið með. En hvað gerist ef að þetta hérna skila villu? Ef við fáum ekki JSON tilbaka. Ef að þessi slóð svarar ekki. Nei, þá fáum við bara exception. Fáum bara villu. Eða þú veist. Það fer eftir hvernig svarið væri hérna. En mjög líklega myndum við fá villu ef þetta hérna myndi skila okkur 404 og það væri bara, þú veist, HTML-ið þessi síða fannst ekki og við reynum að fá JSON út úr HTML-streng, þá fáum við bara villu úr JSON-kallinu. Þannig hérna vantar einn villu með höndlun hér líka, þannig að þetta er komið 5. atriði. 7. atriði gæti verið í raun að birta notandanum að það komi upp villa við það að kalla þetta hérna. Og 7. atriði gæti verið að birta loading state á meðan við erum að birta þetta. 8. atriði gæti verið að birta empty state ef að það kemur tilbaka tómt úr þessu. Níunda atriði gæti verið að við vitum ekki út frá þessu hérna hvort að item hafi x og y og hvort að það séu tölur. Þannig að þetta gæti verið að við myndum fá villu hér út af því að við fengum x sem er object eða array eða þú veist, jú, það myndi þá verða bara eitthvað skrítið, einhver skrítin concatenation á 2 hlutum. Hvað ætti x og y að koma? Þannig að ef við fyrir mynda calculate data þá segir það að þetta er að gera ráð fyrir því að þetta hérna verði array. En við vitum það ekki. Þannig að þetta myndi keyra, en ef við myndum setja JSDoc, þá myndum við fá, þú veist, út af því að þetta er default any, þannig að ef við myndum setja JSDoc, þá myndum við vera búin að segja, heyrðu, þetta ætti ekki að vera any, þetta ætti að vera svona. Og þá förum við að fá rauða squiggles út allt og þurfum í raun að
þétta kóðan okkar. Erum við með 10. atriði? Ég var með spurningu hvað er push. Push hérna. Já, hvað er push? Svo þetta hérna er búið til tómt array og svo segjum við array.push. Þannig að þetta setur aftast í arrayin. Hérna mætti fara rauk fyrir því að mætti nota bara data.map. Það skilur það, það mætti alveg, bæta ætti. Það er villumeðhöndlun, það er að null-checka, það er að auðsingaveit og það er þetta sem við tölum fyrst, þessi 4 fyrstu, sem eru svona sem ætti að gera, en svo máli telja til fleiri hluti. Og ef þið eru bara eitthvað komin on a roll hérna, þá megi ég alveg setja, 5., 7. og 7. ef þið eru bara, ég verð að koma þessu frá mér, þetta er svo illa skrifað og kjánulegt, megi það alveg, sko. 20. spurning, alveg vera búinn. Þú ert að vinna framendafordunarverkefni í teymi. Svarið eftirfarandi spurningum út frá efni hausins og reynslu í hópverkefnum. Hvert og eftirfarandi er eitthvað sem teymið ætti að gera? Þetta er svona rosa mikið bara eitthvað. Við ætlum bara að tala um þetta svo þið munið þetta. Ég man eftir þessu í prófinu. Við ættum að setja upp automatic deployment og hafa code review process. Setja upp npm repo. Hvað er það? Nei, það er bara eitthvað. Haha. Setja upp ferla til að keyra lintera í verkefninu í gegnum package.json script. Já. Vera duglega að tala saman og ræða hvað er að virka og hvað ekki. Nei, ef ekki bara geymum þetta allt inn í okkur þannig til við springum. Staðla prófunarferli og íhuga sjálfvirk próf. Þetta er svona ætti að gera. Þetta er ekkert af þessu er eitthvað sem þið verðið að gera. Þannig að praktískt próf, undirbúið okkur óbeint fyrir atvinnu viðtöl. Í kóðurinsferli, hvað þetta hafi í huga og útfæra? Útfæra eina breytingu einu eða eins fáar og mögulegt er per pull request. Já. Já. Og þetta er einmitt eða hérna er eiginlega breytið svo í að maður þarf að túlka þetta svona lógískt sem er ekki frábært í satt ósatt spurningum. Satt. Já, hérna er breyting. Það er vissulega, þú veist, þetta er eitt feature, eina einingu af virkni. Virkni er kannski betri, já. Sjáum hvað við segjum þegar við athugum hvort það sé satt hjá mér eða ekki. Í kóðarýni, komma, bæði skoða kóða en líka hvernig útfærsla kemur út í vafra. Já. Sleppa kóðarýni fyrir minni breytingar til að spara tíma. Aldrei. Hafið lent í því núna, eftir að hafa verið að gera þetta, að fá stóra pull-request sem eitthvað verið bara eitthvað, sorry, ég glemdi mér alveg og hérna eru 2000 línur og getur þú farið yfir. Og maður er bara eitthvað, ok, frábært, lítur vel út, looks good to me. Og svo fáið 2 línur og þá er það bara eitthvað, jæja, nú ætla ég virkilega að taka þig í gegn. Það eru svo margir hlutir sem eru aðeins 2 línum að ég veit ekki hvað ég á að byrja. Og þetta er svona ólínuleg, það verður auðveldara að finna eitthvað að eftir því sem það eru færri línur. Einblína á að finna villur yfir lesanleika og gæði kóða. Þessi spurning var svolítið svona að ég er að finna einhverja nýja tegundur af spurningum til þess að
vera ekki bara alltaf með eitthvað svona eins. Þetta er eiginlega ósatt. Þetta er ósatt. Ef við horfum á hérna þetta sé hvað ætti. Passa upp á að NPM dependency séu uppfærið hverri pull request. Nei, ekki alveg hvað þetta þýðir, þannig að segjum bara ósatt. Sýna virðingu og samkennd í kóðarinni. Grilla alla. Ok, ég var alltaf að vera samkvæm með sjálfum mér, þannig. En þetta er, já. Að þegar ég hef alveg í alvöru verið í verkefnum þar sem að fólk hefur veigrað sig við að fá kóðaríninn frá einhverjum út af því að það er alltaf traumatizing upplifun og ég hef líka verið þar sem að hefur ekki verið kóðarínni en þar sem að bara það er sagt bara, það er ekkert sagt og svo kemur annar kód, önnur pull requesta frá þeim sem fóru yfir sem breytir 80% af því sem var gert í hinni pull requestinni. Það sem einhver bara nefndi ekki að tala við þig og segja þig hvað þið fannst, heldur bara skrifaði yfir það. Og svo hef ég líka verið í verkefnum þar sem að það er bara bókstaflega tala niður til fólks út af því að það skrifaði eitthvað ekki sem að var up to par fyrir viðkomandi. Og ekkert af þessu hefur leitt til þess að verkefnið var gott. Þannig að þetta er mjög tricky þegar kemur að því að bæði að opinbera sig, bera sig, þú veist, setja eitthvað svona hæ, getur þú farið yfir þetta? Ég eyddi miklu tími í þetta og ég vandaði mig mjög mikið. Og síðan líka að vera svo tekur við þessu og þarf að fara yfir þetta og sjá eitthvað sem er kannski bara eitthvað, hérna var eitthvað svona einhver misskilningur á því hvað erum að gera eða misskilningur á því hvernig þetta virkar eða eitthvað svona. Eða bara eitthvað sem að virkar en er alls ekki besta leiðin. En þá bara, hvernig á maður að gera þetta? Þannig að maður sýnir samkennd og virðingu á þess að vera innræta ykkur eitthvað þá er þetta í alvöru eitthvað sem hefur virkilega haft slæm áhrif á teymi sem ég hef verið í þar sem að fólk hefur ekki passað sig. Villumeðhöndlun og progressive enhancement. Þegar við búum til vefi er mikilvægt að huga því hvernig við veljum virkni með tilliti til þess hvernig hún virkar, hvort hún sé studd af öllum þeim tækjum sem við viljum styðja og hvernig við bregðumst við þegar og ef eitthvað virkar ekki. Svarið á viðeigandi stöðum og skipulegg svar, nýtið efni sem hefur farið yfir í haust og lýsið almennt, ekki farið of mikil smáatriði. Hnitmiðuð svör. Þannig hérna er í raun bara þrjú box fyrir ykkur til að svara á einhvern hátt. Þannig hérna er þetta láta ljósið skína ef maður hefur gaman að því að setja upp, svara ritgerðarspurningum og þarna má í raun taka til allt sem einhvern dettur í hug en yfirleitt er best hérna og það er önnur uppfærsla í Inspera að ég get sett inn svona létt að ég held svona takmarkaðan rich text editor þannig að þú veist þetta er svona það sem ég myndi kjósa væri að hafa þetta í punktum. Það er mjög þægilegt fyrir ykkur bæði til að hugsa þú veist, hvernig þetta er sett upp og þú veist, negla einn punkt í hverjum punkt og alltaf til að segja og að gera bara nýjan punkt. Og það var líka bara þægilegra fyrir ykkur að hafa yfirsýn og fyrir mig að fara yfir. Og ef að það er komið þannig þú veist, þá getið þið sett þú veist, bara inn actual bullets og eitthvað en ég aftur aðeins að prófa það betur. En ef við svörum spurningunni hvernig er villumeðhöndlun í HTML? Ég hægt að segja að segja villumeðhöndlun. Það gerir bara, það reynir bara að útfæra það sem að skrifa inn. Og sama gildir CSS. Já, en ef við í HTML er í raun, við höfum HTML-spekkin. Hann skilgreinir hvernig við höfum að setja upp elementin okkar og segja til mér sem við mögum ekki setja button inn í aref eða div inn í UL eða li inn í P. Þú veist, það eru svona semantískar reglur en þeim er ekkert framfyllt af vafranum. Vafrinn reynir bara eins og segir að birta það sem við setjum fram og gerir þetta allra besta til þess. Þú veist, við þurfum ekki að setja doctype, við þurfum ekki að setja HTML, við þurfum ekki að setja head, við þurfum ekki að setja body. Þú veist, bara vafrinn reynir að finna út úr þessu. Og svo ef maður vill fara alveg þá
eru samt dæmi það sem við getum ruglað alveg í hlutnum og það ef við til dæmis lokum ekki title þá title og text area eru element sem svona gleypa allt sem þau sjá. Þannig að ef við lokum ekki title þá bara svona þá tekur það bara allt það sem fylgir á eftir og setur það í titilin á vefnum og ekkert annað birtist. Og saman með text area. Þú veist, það bara fer allt inn í text area og ekkert kemur fyrir utan text area fyrir við lokum text area. CSS aðeins meira strikt að því leyti að við erum að passa upp á curly bracketin okkar að því ef við erum ekki með þá í jafnvægi að þá þú veist, fer birtingin í rugl að því leyti að þú veist, þá bara reglusettið það tekur til meira og næsti selektor vitlaus með tilliti til reglna þannig að hann verður ekki, þannig að þá brotnar allt en allt sem kemur upp á því í lagi. Síðan ef við erum með bara eina staka reglu og við segjum foo:2.bar þá bara hún hunsuð. Bara skiptir ekki máli ef það ekki skilgreint. En ef það kemur síðan einhvern tímann foo-eigindið og bar-valueið þá mun það byrja að virka og virka í vefnum sem styðja það. En í JavaScript, ef það kemur villa þá hættir bara alltaf að virka. Og ef það villa í raun þáttun eða parsing í byrjun þá bara keyrir eitthvað JavaScript. Og ef það kemur runtime exception sem við meðhöndlum ekki þá bara hættir alltaf að virka. Þannig að þetta er svona HTML minnst strikt, CSS aðeins meira strikt og JavaScript mest strikt. Progressive enhancement og hvernig er hægt að nota það þegar við búum til vefi. Progressive enhancement byggir á því að maður byrjar á svona grunnútfærslu fyrir einföldustu mögulega hlutina sem að myndi sjá þetta eins og til dæmis sími eða eitthvað og bæti svo við ofan á það. Það er svona hægt að gera það alltaf að setja sér skynsamleg markmið og skipta vinnunni. Akkurat. Og þá er þetta að horfa að minnsta bara að vera með HTML sem er semantically correct. Það er grunnurinn okkar sem við byggjum ofan á. Svo tökum við eitthvað CSS og tökum bara CSS sem er vel stutt í öllum vefrum. Svo hugsanlega tökum við eitthvað CSS sem er nýlegra en hugsum hvernig við ætlum að vera með fallback-gildi eða support queryur til þess að það brotni ekki og við gerum ekki ráð fyrir því að allir hafi stuðning við það. Og síðan setjum við JavaScript ofan á sem bæti við einhverja virkni og síðan einhverja JavaScript virkni sem hugsanlega bæti við einhverju ennþá meira fancy animations eða eitthvað. Þannig að við erum að hugsa þetta í því að að gera þetta progressively betra. Þetta svarar eiginlega báðið í einu. Hverju þurfum við sérstaklega að huga að þegar við vinnum með JavaScript? Mjög opin spurning. Og tekum við mjög opnum svörum líka. Það er bara alls konar í þessu. Það er þetta að halda áfram með þennan þráð sem er hérna, að vera að nota ekki JavaScript á óþörfu. Að hugsa það að vera með góða villumeðhöndlun í JavaScriptinu, JavaScript virkninni sem við erum að setja upp, gefi það að það getur haft áhrif á það hvernig verkefnið okkar haga sér. Ein lítil virkni, ef öll virknin okkar byggir það JavaScript keyri og við erum með eina litla villu sem við erum ekki með neitt sem passar upp á og gerist ekki, þá hugsanlega gerist ekki neitt og vefurinn okkar brotnar alveg, eða einhver partur á honum bara virkar ekki neitt. Þannig að það er svona í þá áttina sem þetta vill fara, en það má alveg líka fara í eitthvað annað eins og eigum við að nota JavaScript? Eigum við að nota JavaScript að öllu leyti með því að nota bara React og hafa ekkert HTML, hafa bara 10 línur af HTML-i, svo bara JavaScript og CSS í JavaScriptinu og bara allt í JavaScriptinu. Ef við færið góð rök fyrir því, myndi ég örugglega gefa ykkur stig fyrir það, þó ég sé ekki sammála því. En bara mjög opið, viljandi. Og svo seinasta spurningin. Fólk tengt spilabúðinni sem var ekki listasafni fyrir það var spilabúð, er að fara að setja af stað með spilamót.
þau ætla að setja upp vef þar fólk getur skoða og skráð sig á ýmsu mót, búið að setja upp bakenda sem sér að skrá upplýsingar mót og taka við skráningum gegnum vefþjónustu. Þú færð það verkefni að setja upp framvinda og tengjast vefþjónustu sem skilar JSON-gögnum frá bakenda. Svaraðu við eitthvað hérna. Þú færð frjálsar hendur hvaða 3 aðila þú færð til að hjálpa þér við verkefnið. Hvaða hlutverkum ættu viðkomandi aðilar að sinna? Hvernig myndir þú skipuleggja vinnuna? Hvað myndu þið vilja? Þetta aftur líka mjög opið og hérna getum við bara sagt ég vil fá 2 hönnuði af því að ef 1 hönnuður er góður þá eru 2 hönnuði betri. Annar á að vera í motion graphic af því þessi vefur á að verða klikkaður. Hann á að vera listaverk meira en spilamót. Þetta verður mjög disappointing fyrir þau en ég er hér með agenda og það er að gera tough CSS vef. Eða ég vil bara engan hönnuð. Ég vil hins vegar fá 2 CSS forritara sem eru eða 2 vefforritara sem eru mjög sterkir í CSS og við ætlum að geta að redda þessu. Eða ég vil fá hönnuð og hérna vefforritara sem að fókusar á framvinda, gera HTML og CSS og svo vil ég fá einhvern svona full stack forritara sem að kemur inn í að skoða hvernig vefþjónustan er útfærð og búa til JavaScript-virkuna sem tala við vefþjónustuna og gerir skráninguna. Og ég ætla persónulega verið í hlutverki verkefnastjóra, gera sem minnst en segja fólki hvað það á að gera. Það líður mér best. Þannig að allt af þessu geti verið. Svo er það skipuleggja vinnuna. Við myndum hittast, fara yfir kröfulýsinguna frá viðskiptavinnunum. Við myndum skipta þessu niður eftir því hvenær á að skila verkefninu. Við myndum setja upp verkflæði það hvernig á að fara yfir hönnun, hvernig á að fara yfir kóða, hvernig á að deploya þessu, hvenær við ætlum að hafa demo, hvernig við ætlum að skrá villur eða bugga, alls konar. Það er bara að fara alveg víðan við öll þarna. Hvernig myndir þú byggja verkefnið tæknilega? Og þarna er bara eiginlega engin vitlaust svör. Þið getur bara buzzworda eitthvað í gegnum námsefnið. HTML sem er aðgengilegt, WCAG, W3C staðlar, HTML validator, Prettier, það er HTML, já, CSS custom variables. Ég get bara, bara þetta svona smá samtengingar eða eitthvað á milli, þá er þetta bara eitthvað go nuts. Og svo náttúrulega þetta fara yfir í að segja og við myndum setja upp í NPM og setja upp í GitHub repo og það er eiginlega bara allt. Þið getur bara byrjað hérna. Þið byrjið með tómt project. Bara ég myndi búið til Git repo og ég myndi bjóða allir minni Git repoið. Ég myndi setja upp NPM, ég myndi setja upp NPM með ESLint og Prettier og Stylelint og ég myndi setja upp grunnvirkni hérna. Ég myndi nota Varcel. Það segja Parcel og Vite saman, það er Varcel og Vercel. Ég myndi setja Parcel eða Vite eða eitthvað álíka sem ég myndi búa til, við erum með buildferli fyrir þetta, ég myndi nota SAS út af því að þá getur við gert svona og þannig getur við bara hlaðið á þetta alls konar. Og þannig líka aftur mjög gott að vera bara með þetta í punktum og bara búm, 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 dúndur þessu út. Og hvernig myndir þú tryggja vefurinn sé aðgengilegu fyrir alla? Prófanir, mjög sterkur fyrsti punktur. Áður en við prófum gætum við verið búin að hugsanlega leiðrétta suma hluti með því að ok, prófanir er hérna, ég hugsaði prófanir fá einhvern svo prófan, þú kannski hugsaði prófanir, ég prófan með því að nota Axe til dæmis eða ég prófan persónulega með því að nota VoiceOver eða TalkBack á Android eða einhvern annan álíka skjálflýsara. En það er bara að hafa í huga í svona fyrsta skrifið. Svo er allt þetta hérna. Prófa með Axe, prófa með skjálflýsurum og prófa með alvöru fólki. Og það er svona þessi 3 punktar sem að þetta vildi hitta á. Alright. Þetta tók mjög langa tíma en ég var líka að gefa mér svona tíma í þetta. Núna ef að við
förum inn á get ekki svona reject all, nei ef við förum hérna loka próf þá er þetta núna þetta er ekki frábær röðun já, svo byrjaði ég að setja hérna alltaf þetta í titilin svo að þetta hérna er bara eitthvað eldgamalt sko þannig að hérna er frá því í fyrra lokapróf og yfir frá lokaprófi klukkutíma 10 mínútur, sjá hvort við förum yfir það núna en þetta er satt ég að gera nákvæmlega það sem ég er að gera núna í fyrra og fara yfir prófið frá því hitti fyrra þannig að þú veist þið getið skoða þetta, ég hef farið yfir öll prófin sem eru á þessu formi sem ég er að gera hér ef þið viljið fara lengra aftur þið getið líka þú veist farið hrætt í gegna þannig að þið getið skoða það þegar þið eru búin að fara yfir þetta eða og eitthvað þyrstir í meira en annars þá er ég búinn með það sem ég ætla að fara yfir einhverjar spurningar í blá lokin sett úr þessum hérna jú, þetta er eitthvað skrítið hérna sko þegar við fer í þetta hérna þú veist, þá er þetta alltaf þú veist, þetta á að vera svona ég veit ekki alveg okkur þetta var svona skrítið í þessu review þú veist, þannig að þetta er fyrsta spurningin og þær eru 5 þannig að þú ákveður hvað 4 þú vilt svara þannig að þú segir ég ætla að svara þessari og ég ætla að svara þessari ok, ég ætla ekki að svara þessari og ég ætla þá að svara hinum öllum 4 og einsbæra munirinn segja þér hérna þú mátt ekki senda inn prófið af því þú ert ekki búin að Það kemur líka í sjálfkrafa yes ef þú byrjar að svara henni. já, já Þannig að spá, ef maður er búinn að velja 4 og byrja svo á 50, er þá nóg að einhverja annan spurningu og já, þú verður að nóga, þú getur ekki svarað öllum og það tekið til, þið verður að segja nei við einni þannig að þið eigið valið eitthvað annað? Já ég held að það verið 2 aðalir sem fengu 10 ég held að meðlengunin hafi verið 8 eitthvað Eru dæmatímar þessari viku? já já, heyrðu, góð spurning ég sagði já líka við Benjamin þegar hann spurði mig að því náttúrulega það skila verkefnin á morgun þannig að það meikar kannski ekki sens þannig að ef við viljum bara fara og segja bæ gefa þeim kannski eitthvað nammi eða jólagjöf eða eitthvað að þakka þeim fyrir þá hérna þá er en kópunktur ég ætla ekki að segja þeim að það sé ekki krafa á þau en þau með alveg mæta þá verður einhver svona að mæta þá með eitthvað fyrir þau það er já þú veist það er kennsla fram á föstudaginn að tækla séð að praktískt nei eitthvað annað herri þá bara er þetta lok vegferðunar 1 haustið 2025